Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér, hann Jón Sigurðsson, forstjóri FL Group. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þið tapið 67 milljörðum króna sem á síðasta ári, sem náttúrulega Íslandsmet og langt frá því að vera nálægt næsta meti. Þetta svakaleg tala og þó þið hafið náð að endurfjármagna stærstan hluta af skuldunum, vantar aðeins tæpa 9 milljarða upp á, þá þetta alveg svakaleg tala. Og staða ykkar slæm, það ekki? Ég held að það sé mjög mikilvægt að við setjum þetta í samhengi við það sem var að gerast á síðasta ári almennt séð. Staða á alþjóðlegum mörkuðum var mjög erfið, sérstaklega á seinni hluta síðasta árs. FL Group mjög stórt félag með mikið eignasafn og í ljósi þess að við færum okkar allar eignir á markaðsvirði á hverjum tíma, þá geta orðið mjög mikla sveiflur í eignasafni félagsins sem endurspeglast í gegnum rekstrarreikninginn. Þar af leiðandi ljóst að tapið mikið og það eru vissulega mikil vonbrigði en að sama skapi að þá voru allar okkar helstu eignir að lækka á seinni hluta síðasta árs þrátt fyrir að undirliggjandi rekstur þeirra hafi verið mjög góður og það endurspeglast í þessum tölum. Á hvaða sviðum eru þið að tapa svona svakalega? Þetta raun og veru var stærsti eða stór hluti af þessu eru fjárfestingar okkar í Commerzbank og American Airlines en síðan koma raun og veru allar fjárfestingar eða flesta fjárfestingar félagsins lækkuðu að einhverju leyti og síðan náttúrulega félagið það stórt að það eru mikil fjármagnsgjöld sem að falla til á þessu tímabili þannig að þetta safnast saman þegar þú ert með stórt félag. Já, það svo sem alveg rétt en þetta náttúrulega alveg svakalega tölur og Hannes Márusson sagði hjá mér í viðtali þegar þið töpuðu 27 milljörðum króna að það hefði engin glannaskapur verið í fjárfestingum. Styður þú þau orð? Ég held að það sem við höfum sagt og farið yfir meðal annars í tengslum við endurskipulagningu félagsins í nóvember-desember að þá hefur við sagt að stöðutaka félagsins í svona fjárfestingu sem hafa ekki verið strategískar fyrir félagið eins og í AMR og Commerzbank hafi verið of stórar í samhengi við stærð félagsins og þar af leiðandi gripum við til þeirra aðgerða að minnka þessa stöðu. Við seldum alla stöðu okkar í American Airlines á síðasta ári. Við minnkaðum stöðunni í Commerzbank verulega og höfum haldið áfram að gera það á þessu ári og höfum í raun og veru minnkað markaðsáhættu félagsins rétt 130 milljarða á fjórða ársfjórðungi og það sem af þessu ári. Já, þannig að menn voru að fara fram úr sér. Ég held að eftir að hyggja þá hefðu menn átt að vanda sig kannski aðeins betur og vinna betur úr þeim stöðum sem voru til staðar og ég held að það sé ljóst og þar alveg við gripið til viðeigandi ráðstafana. Það var í raun engin fjárfestingarstefna það? Var skýr fjárfestingarstefna einmitt af því að manni fannst eins og FL Group væri að kaupa bara það sem var í boði? Já, fjárfestingarstefnan í sjálfu sér hefur alveg verið skýr. Við höfum verið að leita fjárfestingum þar sem við sjáum tækifæri til þess að koma að félögunum, taka þátt í stjórnum þeirra og mynda stefnu. Það ljóst að ýmis verkefni sem við fórum inn í á sínum tíma til að mynda inn í Finnair, Royal Unibrew og fleiri að plön okkar á þeim tíma gengu ekki eftir og eins og þekkt í báðum þessu tilfella þar sem við vorum meðal annars að beita okkur fyrir því að fá aðkomu að stjórn þessara félaga og svo framvegis og við það hafði uppi mikla mótbárur þannig að það má alveg segja að sum verkefnin gengu ekki eins og plana var en stefnan hefur alltaf verið skýr að fjárfesta í félagum þar sem við teljum að séu tækifæri og við getum bætt einhverju við. Já. En þetta það eins og allt gengur og gerist að stundum ganga hlutina eftir og stundum ekki. En hvaða einmitt skilaboð eru það kannski til fjárfesta þar sem þeir einmitt hafa séð að langflest þessara, það reynda gekk vel svona til að byrja með meðan uppgangurum var, en núna langflest þessara verkefna hafa svo sannarlega ekki gengið upp. Hvaða skilaboð eru það til hluthafa? Hvers vegna ættu þeir þá að kaupa í FL Group? Ég held að það sem við höfum verið að gera, við höfum verið að laga til, við höfum verið að reynsa til í eignasafni okkar til að mynda fókus. Við erum með mjög góða sögu á bakvið mörgum af verkefnum sem við höfum farið í. Til að mynda við höfum verið að vinna í Refresco, stórum drykki að vera framleiðandi í Evrópu. Við tilkynntum í gær að við höfum selt hlut okkar í Geysi sem mjög stórt og gott verkefni sem við fórum í fyrir ári síðan sem hefur gengið mjög vel og sýnir í raun og veru þann kraft sem við höfum getað stutt við það félag að byggja upp gott félag á mjög skömmum tíma. Við höfum verið að vinna með Glitni, við erum núna inn í tryggingamiðstöðin og Landik þannig að ég held að
með því að svona skýra hlutina aðeins betur og sortera aðeins úr eignasafni félagsins að þá munum við geta sýnt fram á það að til lengri tíma er stefnan skýr og góð. Mjög gott. Ætlið þið að selja fleiri eignir þegar eins og þú segir, það er búið að selja hérna erlenda fjárfestingarsjóði inn í Landeig Property og Geysishluturinn, ákveðin hluti í honum hefur verið seldur til Glitnis og núna allur hlutin í AMR sem er aldrei eins gott því að þið töpuðu alveg hræðilegum peningum á því. Er eitthvað meira framöndan sem þið ætlið að selja? Eins og ég hef sagt, þá erum við bara að endurskoða eignasafn félagsins. Við þurfum að meta það á hverjum tíma hvað sé æskilegt með þær aðstæður. Við höfum sagt að við erum með 3 kjarnaeignir í safninu hjá okkur, það er að segja Glitnir, Tryggingamiðstöðin og Landeig. Síðan höfum við verið að styðja við þessi svokölluðu private equity verkefni eins og Refresco og fleiri og við munum halda því áfram en eins og þar höfum við verið að minnka markaðsáhættu og við erum að selja eignir sem eru ekki strategískar fyrir framtíð félagsins. Já. Bréf FL Group voru í 29 fyrir nákvæmlega ári síðan, þeir eru komin inn í 10,2, það er 65% lækkun. Hversu lengi getur félagið lifað svona lengi ef þið upplifið vikur eins og hafa bara núna verið undanfarnar? Ég meina að vikunar undanfarnu hafa vissulega verið erfiðar og við höfum þurft að vinna mjög vel úr okkar spilum til þess að halda áfram að gera það sem við erum að gera. Eigið félagsins samt sem áður er mjög sterkt áramót 156 milljarðar. Eigið hlutfall mjög gott, 37% og að teknu tilliti í fjárfestingarstarfseminni yfir 40%. Þannig að fjárhagsstaða félagsins er mjög góð. Hversu mörg prósentilega sé ef FL myndi lækka hversu mörg prósent þar til þið eru bara búnir? Já, í sjálfu sér hefur gengi FL ekki bein áhrif á reksturinn í okkur. Það er nú frekar öfugt þar sem að gengi er afleiðing af því hvernig okkur gengur til. Þannig að það hefur kannski ekki bein áhrif á reksturinn en hins vegar til að setja það í samhengi að þá áramóti erum við með 156 milljarðar í eigið fé og stærstu fjárfestingar okkar til að mynda í Glitni á þeim tíma er 100 milljarðar. Þannig að slagkrafturinn til að takast á við frekari lækkanir er mjög mikill. Já, ef við tökum aðeins fyrir helstu tölur rekstrakostnaður var 6,1 milljarður króna í fyrra. Alveg svakalega mikið og þarna inni sést að laun starfsmanna voru 700 milljónir. Hversu margir voru á þessari launaskrá? Meðaltalega í fyrra er 35 manns. Já, þetta eru svakalega laun. Já, við verum að athuga það að stærstu hluti af okkar starfsfólki er fólk sem eru miklu sérfræðingar á sínu sviði. Við höfum náttúrulega verið að glíma það að byggja fyrirtæki á sama tíma og það eru miklu uppgangstímar á mörkuðum. En í hvað fór allir þessi peningum? Heyrir sko að, og orðrómurinn er og eftir mínum heimildum var það að 500 milljónir hafi bara farið í flugvélakostnaðinn, einkaflugvélakostnaðinn og bara fundaborðið inn á skrifstofum ykkar hafi kostað 60 milljónir. Er þetta rétt? Nei, ekki svo ég veit til. Ég held að þetta sé ósögum sagt á öllu leyti. Það vissulega var mikil kostnaður bæði við ferðalög hjá stjórnendur félagsins og starfsmönnum. Það var... En 6,1 milljarður í rekstrakostnaður, í hvað fór það þessi peningur? Þetta er náttúrulega bara brot af því. 6,1 milljarður, það skiptir cirka þannig að 850 milljónir eru vegna Tryggingamiðstöðina sem kemur inn í reksturinn. Við erum að gjaldfæra 1300 milljónir út af fjárfestingaverkunum sem við fórum í á síðasta ári, sem gengu eftir og önnur ekki. En stærsti liðurinn í því er félag sem við reyndum að taka yfir í Bretlandi, Inspire Gaming Group. Þannig að það var mjög stór kostnaðarliður. Síðan erum við að gjaldfæra ennþá vegna eftirlaunaskuldbindinga frá gamla Icelandair tímanum. Það sem eru 300-400 milljónir sem er verið að gjaldfæra út af því og síðan komin gjaldfæslur út af kaupréttum og fleira sem er að telja í reikningi félagsins. En það er alveg ljóst að við höfum sagt það að við ætlum að lækka rekstrarkostnað félagsins 50% á þessu ári og það er bara það verkefni sem er byrjað. Það er klárlega hægt að gera betur og það er markmið mitt. En það er einmitt góðu fréttirnar og síðan koma fréttirnar að Hannes Márusson hafi fengið 90 milljónir í starfslokasamning. Ímyndarlega sé þetta bara svo slæmt fyrir fyrirtæki þegar svona fréttir koma. Já, ég held að það sé mikilvægt að jafnframt að setja það í samhengi. Það er náttúrulega stjórn félagsins sem ræður og gengur frá starfslokum við fórstjóra. Hvað hefði hann fengið þegar hann skila reksturinn var 0 svo ekki sem talað hefði verið gróði? Já, það er stjórn félagsins að svara fyrir það en í raun og veru held ég að þetta samt sem áður sé uppgjör á þeim samningi sem hann hafi verið með fyrst og fremst og þetta er eðlilegt að menn séu með einhvern uppsóknarfrest og slíkt og ég held að þetta hafi tekið mið af því fyrst og fremst. Segðu mér eitt, eins og þú sagði, þið færið hlutabréf á markaðsvirði, kom ekki til greina að færa þau inn í bækur með hlutdeildaraðferð eins og Exista gerði? Við höfum farið yfir það okkar safni, það er þá helst, við erum með nokkur hlutdeildarfélög
það sem hefur þá helst komið til álita að færa eignarhluti okkar í Glitnis með hlutdeildaraðferð. Það niðurstaða, við höfum fært hann á markaðsverði frá upphafi og ég held að á endanum að þá eigi markaðsverðið að endurspegla undirliggjandi rekstur félagsins, þó að það sé erfitt að taka þessar skammtímasveiflur oft á tíma í gegnum rekstrarreikninginn, en þá var það niðurstaða okkar að það væri réttast að gera það, þannig að reikningur félagsins endurspeglaði raunstuð á hverjum tíma með sem bestum hætti. Heiðarlegri aðferð? Ég held að það sé bara mat hvers og eins félags og stjórnanda hvers og eins félags hvað þeir telja sé eðlilegast með að við eðli starfsemarinnar og svo framvegis og við metum þetta svona og teljum að það hendi okkar félagi sem best. Já, við hefum nokkra sekundur eftir, segðu mér hvernig líst þér á ákvörðun Seðlabanka í morgun? Svona hluta til þetta ákveðin vonbrigði. Ég held að það sé komið tíma á það að við sjáum breytingar á vaxtastefnunni. Ég held að það muni hægjast á hagkerfinu mun hraðar heldur en að menn sé að gera sér grein fyrir og það er mikilvægt að bregðast í því með ábyrgum hætti. Jón Sigurðsson, takk hérlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Segjum þetta á gott úr hádegisviðtalinu, það verður aftur á sínum stað, það er að segja markaðarins á mánudag og þá verður hann Jón Ásgeir Jóhannesson gestur minn.